En þá bara byrjum við. Já, kæri drottni, ég legg þennan fund í þínar hendur og ég bið að tala til okkar. Í Jesú nafni, amen. Það sem ég langaði til að tala í kvöld að þegar Guð skapaði manninn, þá skapaði hann manninn til samfélags við sig. Og þó að Guð sé Guð, þá mikið jafnræði þessu sambandi að því leitinu til að Guð gaf manninum gjörsamlega frjálsan vilja. Við ráðum sjálf yfir líf og dauða hjá okkur. Við lifum sjálf yfir því hvaða ákvarðanir við tökum í lífinu og það okkar valdi en ekki valdi Guðs. Því hann gaf það upp til okkar. En með þessu getum við elskað Guð af fúsum og frjálsum vilja. Ást ekki ást, kærleikur ekki kærleikur, nema hann sé val, nema hann sé óþvingaður. Og Guð, hann skapaði manninn til kærleiks samfélags við sig. Og til að það geti verið kærleiks samfélag, þá útilokað fyrir Guð að koma í veg fyrir það að maðurinn tæki þá ákvörðun að fara í aðra átt. Maðurinn tæki ákvörðun að brjóta hans lög. Vegna þess að kærleikurinn, hann þvingar aldrei, hann laðar, hann leiðir og Guð skapaði manninn til að vera í kærleikssamfélagi við sig. Og þess vegna líka margt illt í heiminum, vegna þess að maðurinn hefur val, það ekki Guði að kenna. En hann skapaði okkur með frjálsan vilja, jafn frjálsan og hann hefur sjálfur. Og það ákvörðun okkar hvort við veljum líf eða dauða, hvort við veljum samfélagi Guð eða hvort við veljum ekki samfélagi Guð. Jesús, hann dó fyrir okkur, en leyfir okkur að velja sjálfum hvaða leið við viljum fara í lífinu. En þrá Guðs samfélagi manninn. Þrá Guðs að maðurinn sé í samfélagi við sig. Ekki að hleyma þetta? Allt bara svona. Og hann þráir að eiga vináttu samfélagi við okkur. Við fáum að upplifa sem föður. Og þegar ég segi föður, þá ég ekki að tala þá þetta feður okkar geta haft ýmsa galla. Og sumir í sárum eftir feður sína. En Guð, hann elskar okkur skilyrðislaust. Og þetta var áform Guðs að við getum að skapa mannin svo við til samfélags við sig, en hann getur ekki ákveðið fyrir okkur að við ætlum mega samfélag við hann af því hann gaf okkur frjálsan vilja, af því hann kærleikur og það verður að vera óþvingað af okkar hálfu. Við hefum valið. En hvað gerist ef við missum samfélagi Guð, ef við eigum ekki samfélag við hann? Ég svaraði með annarri spurningu. Hvað gerist ef að grein af tré verður viðskilið við stofninn? Ef hún söguð af, þá fer greinin og þá byrjar hún að þorna. Svo visnar hún. Blöðin sölna og lífið í henni deyr. Og þegar að maðurinn hefur verið þegar maðurinn missir þetta samfélagi Guð, þá gerist það sama. Það skapast gríðarlegt tómarúm í hjörtum okkar. Það skapast gríðarlegt svona, hvað ég segja, ef við erum svöng þá þráum við mat. Ef við höfum einhverja þrá sem óuppfylltar, þá getur orðið rosalega sterkar. Og mannkynið hefur gríðarlega sterka þrá eftir samfélaginu við Guð. Gríðarlega sterka þrá til að vera í samfélagi föður okkar á heiminum. Jesús sagði, þeir eru vinir mínir. Og við þráum vini. En í manninum blundar gríðarlega sterk þrá eftir vináttu við Guð. Þannig að við erum sköpuð þannig. Til samfélags við hann. Og við reynum allt til að uppfylla það tómarum sem verður til
ef samfélagið við Guð er ekki í lagi. Ef við tökum orðið synd, hvað þýðir þetta orð? Það þýðir að missa marks. Þetta orðið notað til dæmis í Biblíunni yfir eitthvað sem var að skjóti, ég man ekki hvort það er að boga eða spjóti og hitt ekki. Hann fór á mis við markið. Og syndin er að fara á mis við þetta samfélag við Guð, Föður og Jesú Krist. Syndin er að fara á mis við það. Syndin er aðskilnaður. Syndin leiðir til dauða af því hún aðskilur okkur frá Guði. Guð er lífið, hún aðskilur okkur frá lífinu. Og í Jesaja 59 segir, sjá, hönd Drottins er ekki svo stutt að hann geti ekki hjálpað. Við hrópum stundum í neyð okkar, hvar er Guð? Hvar er Guð þegar er öll þessi stríð í heiminum? Hvar er Guð þegar öll þessi þjáning er í heiminum? Hvar er Guð? Guð segir að komi svo dagur hann bindi enda á þetta allt. Og í eilíðinni sem hann skapar er engin þjáning og engin sorg og ekkert kvein. En þangað til, þá þurfum við að lifa í veröld sem er svona. En það segir, hönd Drottins er ekki svo stutt að hann geti hjálpað. Og eyra hans ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það er misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar og syndir yðar sem byrt hafa auglýtt hans fyrir ykkur svo hann heyrir ekki. Syndin aðskilur frá Guði. Og það má líka segja aðskilnaðurinn frá Guði, það er syndin og þannig nálgaðist Jesú það. Þarna var verið að tala til þjóðar sem hafði gert endalaust ranga hluti og það var svo komið að Babylóníumenn þeir höfðu tekið landið og flutt alla íbúin í burtu, nauðungaflutningum. Og svo segir spámaðurinn, hendur ykkar er blóði ataði, fingur ykkar misgjörðum, maður tala lygi og tunga fer með ilsku. Engin stefni fyrir dómaþjónum gangi réttlæti til og engin á í málaferlum sannleikas vegna. Menn reiða sig á hégóma og tala lygi. En hvað gerist ef við erum viðskilið við okkar himneska föður? Við reynum að fylla tómarúmið sem þá verður til. Við þurfum föður okkar á himnum, alveg eins og við þurfum mat, alveg eins og við þurfum svefn, alveg eins og við þurfum vatn. Alveg eins og við þurfum að anda. Við þurfum þetta. Og við missum ekki, það fer ekki allt lífur okkur strax. Greinin tekur tíma fyrir greinina sem eru viðskilið við stofninn og þotna upp. En þegar að fólk er með alls konar þrár, þá er það oft tómarúmið sem skapast af því að þörfin er samfélagi Guð. Ég man eftir einni mannesku sem glímdi við svona króníska reiði. Og svo sagði ég við hana, og þetta bara svona kom alveg sterkt til mín, veistu það, að þessi reiði sem þú ert með og beinist í allar áttir, þú ert dreigð út í Guð. Þú er lent í hlutum sem veist ósangjant og lentir í og þú ert dreigð út í Guð. Og þá lökust augu þessar mannesku upp og sá að það var rétt. Reiðin og margir, jafnvel þó þau segist ekki trú á Guð, og jafnvel þó þau trú ekki á Guð, að þá eru margir að glíma við reiði sem er bara vegna þess sem í eðli sínu beinist að Guði. Fólk leitar í alls konar hluti, áfengi, tómstundir, það leitar í góða hluti, það leitar í slæma hluti, en í sterkri þörf til að fylla líf sitt af því þeir voru skapaðir til samfélags við Guð. Og óhemju mikið sem fólk gerir til að leita að öryggi. En það er ekkert í þessum heimi öruggt.
Og þess vegna þurfum við að setja traust okkar á Guð. Ég hef unnið fyrir menn sem hafa verið milljarðamæringar og mist svo auðinn. Og það er ekkert öruggt í þessum heimi. Við gerum oft óheyrilegar og óraunsæjar kröfur á annað fólk af því við ætlumst til þess eða vonumst til þess, skulum frekar segja, að það geti uppfyllt okkar þrár. En það er engin ein manneskja eða manneskjur sem geta uppfyllt okkar þrár. Og við getum ekki sett óheilbrigðar væntingar á aðra með getið það. Það er bara ein uppspretta til og það er drottinn Guð. Amen. Og á einu stað í Biblíunni segir að þjóð mín, það voru þeir að dýrka Guði þjóðan í kring. Guð sagði, þjóð mín hefur yfirgefið mig uppsprettu eins lifandi vass til að grafa brunna sem haldi ekki vatni og sleppa lifandi vatni fyrir brunna sem haldi ekki vatni. Ef við leitum eftir því að okkar djúpa þrá og þörf fyrir Guði sé uppfyllt af einhverjum öðrum manneskjum og trúum því að aðra manneskjur geti gert þetta, þá sköpum við óraunsæjar væntingar og aðra manneskjur geti gerið þessu undir því. Og við getum mist sambandi fólk út af því. Því það getur engin manneskja gert þetta. Í Jóhannes 15. kafla segir Jesú, ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein af mér sem ber ekki ávöxt, nýður hann af, og þarna tekur þessa líkingu. Ef greinin er að menn snirta vínviðin til að greinarnar ber ávöxt. Og segir að hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann, svo hann beri meira ávöxt. Og svo segir hann, ég er búinn að hreinsa ykkur, þegar hrein vegna orðsins ég hef talað til ykkar. Verið í mér og ég verið í yður. Og þetta er tilboð Guðs til okkar í dag. Tilboð Jesú. Verið í mér og þá verið ég ykkur. Þá erum við greinar sem erum græddir við stofnin og tökum næringuna það. Við höfum kannski lent í ýmsu í lífinu. Og það er hægt að taka grein af einu tré, skera hann af og græða hann af annað tré. Þessi teknir alveg til. Þetta hefur verið gert í 1000 ára. Og með þessi í Biblíunni sem að gerðist fyrir 2000 til á tímabilin 2000 til 4000 ára síðan, að þar erum við einmitt verið að segja frá þessu tekni og tekið líking með henni. Það er hægt. En ef grein hefur verið í dálítinn tíma frá tréinu og grætt við, þá byrjar næringin frá rótinni gegnum stofninn að fara inn í greinina. Hún festist betur og hún er löskuð. En smám saman kemur lífið. Og þannig er það þegar við eignumst samfélagi Guð. Það gerist ekki allt á einu bretti og stundum lendum við hlutum sem að eru óþægilegir og erfiðleikar sem við þurfum að glíma við innri, ytri og hvað eina. En það breytir ekki því að ef við erum í samfélagi Guð, þá erum við að hleypa honum að til að eiga við okkur. Amen. Og Jesús segir að greinin ber ekki ávöxt ef hún er ekki á vínviðinu. Þá snýður greina vínvið og leggur hann á jörðina, þá ber hún ekki ávöxt. Hún þarf að vera á vínviðinu. Og við fyrst förum að bera alvöru ávöxt í líf okkar þegar við veljum að vera í samfélagi Guð. En valið er okkar, því að þetta er kærleik samfélag og þess vegna verður að vera vilji okkar sjálfra, óþvingaður að eiga þetta samfélagi fyrir henni. Hann skapaði okkur samfélags við sig, en hann neyðir engan, þvingar engan og þrýstir engan til þess.
Hann bara laðar okkur, leiðir okkur og elskar okkur. Hann gaf son sinn fyrir okkur, hann gaf líf sitt á krossi fyrir okkur og dyrnar eru opnar en það er okkar að ganga inn. Og hugsið ykkur að Guð sjálfur ætlar að mæta okkur að þessu leita rétt skurndvelli. Að hann velur að elska. Hann velur að elska þó við elskum hann ekki. Biblían segir, því svo sjáu hvílíkan kærleika Guð hefur sýnt okkur, að hann gaf okkur son sinn og hann elskaði okkur að fyrra bragði. Hann elskaði okkur meðan við enn vorum í syndum okkar. Meðan við vorum enn að gera röngu hlutina, enn að bregðast honum. Og þegar við förum frá honum, þá fer hann ekki frá okkur. Þegar við sleppum honum, þá sleppur hann okkur ekki. Af því hann er kærleikur. Hann hefur snúið hjarta sinni til okkar og hann snýri aldrei frá okkur. Nú er bara spurningin, ætlum við að snúa hjarta okkar til hans? Ætlum við að vera í samfélagi við hann og það er algjörlega okkar val. Biblían segir ekki að Guð með hótunum og refsingum og ógnum reyna að fá okkur til að gera rétt í hlutina. Það segir, gæska Guðs leiðir okkur til að snúa við. Og hann elskar okkur sama hvað við höfum gert. Amen. Og það segir, og Jesús segir, eins getið þið ekki bara ávöxt nema þið séuð í mér. Greinin getur ekki bara ávöxt ef hún er ekki á vínviðnum. Við berum ekki ávöxt, ekki raunverulega andlega ávöxti og líka sálarlega og líkamlega af því tægi sem samfélagi við Guð veitir nema við veljum að vera í Jesú. Hvernig gerum við það? Páll segir að Guð sé bara einn í bæni burtu. Hann segir það með þeim orðum að það þurfi ekki að fara upp í heiminn til að ná Jesú. Það þurfi ekki að fara yfir hafið til þess. Það eina sem þurfi að gera er að segja, Jesús, ég trú á þig, ég trúi þig lifir í dag þú ert hér eftir minn drottinn og minn Guð. Ef við bróðum við sótt einhvern tímann ríkisborgararétt í Bandaríkjunum, fékk hann, og þá gekkst hann undir þetta vald sem að lögin og allt sem því tilheyrir. Þannig gerist við ríkisborgar ríki Guðs, við göngumst undir Jesú sem konung. Þannig hann er konungur. Og þá verður okkur veittur ríkisborgararéttur ríkis Guðs. Og hann mun ekki vera frá okkur tekinn og þar verðum við að eilífu. Amen. Þetta er eilíft ríki. Þannig að svo segir Jesús, hverjum sem ekki er í mér er varpað út eins og greinunum og hann visnar. Og það er ekki þannig að við veljum hvort við erum í honum eða ekki. En ef við erum ekki í honum, það fer fyrir okkur svo öðrum greinum við visnum. Og Jesú bendur á visnuðu greinar eru bara brenndar í eldi en sem ætla að gera við þar. En hann segir við getum verið í honum. Og það sem er sérstakt við Jesú er það að þó greinin sé búin að visna, þá samt þetta gæðina lífi. Jesús vill gefa okkur óendanlegan kærleika og hann vill gefa okkur eilíft líf. Frá því áður en við fættumst, að meðan við vorum í móðurlífi, þá þekkti Jesú okkur. Síðan þá er hann búinn að fylgjast með okkur. Amen. Og nú kallar hann og segir, fylgdu mér, en þitt er valið. Eina sem við þurfum að gera er að segja, Jesús, þú ert einn í bæni burtu, ég gef þér líf mitt. Þú ert með drottinn og Guð. Og hann segir, ef þið eru mér og ormin í ykkur, þá byggjum hvað þið viljið. Og hvað er þá synd í dag? Synd er sem sagt skilgreind í Biblíunum mismunandi vegu eftir í hvað samhengi það er.
það er þetta orð syndir var eins og ég segi einu stað nota bara einhver skaut af vopni og hitt ekki. Svo til skilgreining í Biblíuna synd sem lögmálsbrot og það á þá við gyðingarna sem hefur gengist undir lögmálið. Synd hefur verið skilgreind líka sem ranglæti. Allt eftir út frá hvaða sjónarhorni verið að tala, en Jesús tekur alveg ákveðið sjónarhorn. Hann segir, syndin er að trúa ekki á mig. Og hversuna segir hann þetta? Þetta er ekki syndin að stela, ljúga, berja náungan. Af hverju segir hann að syndin sé að trúa ekki hann? Hvað með alla röngu hlutina sem við gerum? Og ástæðan er þessi að Jesús stóð fyrir syndir okkar. Gjaldið er greitt. Það ranga sem við gerum skilur okkur ekki lengur frá Guði. Það því að Jesús tók þann aðskilnað á sig á krossinum. Við þurfum að trúa á hann og þá verður þetta okkar. Þannig hann er að segja það ekkert getur aðskilið okkur frá Guði nema að trúa ekki á mig. Og ef við trúum á hann þá er engin aðskilnaður framar. Ef við tökum mótið verki sem að vann á krossunum með því að gera hann okkur drottni á Guði þá er engin aðskilnaður framar. Og það er eitt sem ég langar að segja, nefna, að það að trúa er ákvörðun. Já. Ef það er einhver þarna sem er að hlusta og horfa og segja, þú veist, mér langar að trúa en ég trú ekki, hvernig get ég trúað? Þú trúir með því að taka ákvörðun að trúa. Og þegar þú tekur ákvörðun frá hjartanu að trúa, þá trúir. Appin. Já. Þannig að, þú veist, bara aðeins að skjóta sinn. Já, þetta er mjög gott því að trú er ákvörðun, Já. alveg eins og kærleikurinn. Og val. Þú situr kannski, þú er kannski á vinnustað og það er einhver náungi eða maður eða kona sem bara átt erfitt með að þola og fer í taugarnar á þér. Er kannski með einhver leiðindi, en þá getur þú valið að elska. Brosa til viðkomandi, réttur kaffibolla, styðjan. Þú getur valið að elska þegar það er erfitt. Og og Guð er trú. Guð er kærleikur. Guð er líka trú. Og ef við veljum að trúa, jafnvel þegar það er erfitt, þá virkar það. Þetta trú er val. Og Jesús segir, syndin er að trúa ekki á mig. Hann er með öðrum orðum að segja, aðskilnaðurinn fyrir á Guði getur bara orðið með því að hafna því að trúa mig. Og svo segir hann í Jóhannes við ráðherra meðal gyðinga á næturfundi sem rátt, hann sagði, því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingetinn til að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur eilíft líf. Amen. Ekki sendi Guð soninn til að dæma heiminn, heldur til að heimur myndi frelsast fyrir hann. Þannig að þetta er leiðin. Ef ég kem inn eigin vitnisburði, þá er það þannig að sumum greinum fjölskyldu minnar er svona fólk sem á mig trúi bara alls ekki á Guð, eða neitt yfir landlegt, böfra sér eftir seiminn og ekkert annað. Og af einhverjum ástæðum, það var það þannig að ég gat ekki trúað því að vera til Guð. Þó ég hefði viljað það ekki geta. Fyrir mér var það algjör fjarstæða. Og ég man þegar ég var á barnaheimili svo leikskóli í dag, að þá komu krakkar til mín, kannski búin að fara í sunnudagsskóla eitthvað og sögðu, Guð er til. Og þá var ég 5 ára eða eitthvað leið, eða 6 ára, og leitaði bara upp í lofti, nei, það getur ekki verið. Það er alveg útilokað. Og þegar ég var barn og var 12-13 ára, 12 ára, þá bara var alveg útilokað fyrir mig
að ímynda með það möguleika að gæti til Guð. Svo gerðist einn dag, ég var á samkomu, til ekki að segja alla söguna hvernig ég var komin á samkomu, það var upp í Vatnaskógi, svona móti fyrir fullorðna. Og ég fór nú ekki á samkomunar á mótinu, menn þá síðust og þar sat ég og þá kom nærvera Guðs yfir. Og ég gaf honum líf mitt. Og það sem ég fekk að reyna þá og hef fengið að reyna hjá honum tekur fram öllu sem ég hef upplifað í lífinu, annað. Það sem sagt, ég upplifað eignast barn og börn, ég upplifað að vera rosalega glaður þegar ég lauk námi og þegar ég fekk lögmannsréttind og svo framvegis. Og það gaf mér mikla gleði. En svo vandist ég þessu, ekki börnunum reyndar, en til dæmis sé man eftir einu manni sem ég kynntist, ég var nýútskrifaður lögfræðingur og flutti svo kallu prófmál hjá honum. Og ég sagði þegar var ekki miklu flottar að verða héraðsdómslögmaður heldur en hæstaréttarlögmaður, af því að munurinn sá að þá var maður komið réttindi þó að vanti dómstól upp á. Hann sagði nei, þegar ég fekk hæstaréttarlögmaðsréttindi, það var eitthvað alveg sérstakt. Ok, sagði ég. Svo hitti ég hann í ræktinni fyrir stutt síðan og þá var hann orðið meira en 70 og hættur að vinna og þá sagði hann, ég lagði réttindin inn, mér fannst bara ekkert þægilegast að hafa þau ekki, það var enginn að biðja að gera neitt og þá gæti ég bara sagt, ég er hættur, ég hef engin réttindi. Þetta gaf honum þegar hann fekk það, en þegar það gaf honum ekkert að skreyta sig með þeim seinna. En þetta líf sem ég hef eignast í Guði er nýtt á hverjum degi. Amen. Það nýr fögnuður yfir því á hverjum degi og gleðin yfir eiga þetta samfélag Guð, hún minnkar ekki heldur bara eykst. Og hvert er svar Guðs við sambandsslitum manns og Guðs? Þegar einhver gerir hlut einhverja hlut vina síns, þá er það stundum eitthvað sem veldur því að viðkomandi sem braut gegn öðrum, honum er hafnað. Það er mjög ríkt í manninum að hafna. Það er ríkt í manninum að gefast upp á öðrum. Guð gefst aldrei upp á neinum. Biblían segir Jesú að brákaðan reyrinn brýtur hann ekki og rjúkandi hörkveik slekkur hann ekki. Ég get nú kannski skilið þetta brákaðan reyrinn, en ef það rýkur úr einhverjum kveik að kerti, þá þoli ég ekki lykt en ég flýti mér að slökkva. Ekki einu sinni það gerir Jesú. Hann þoli frekar lyktina. Og hann brýtur, reyr var notaður í til dæmis staf, ef það kom brestur í hann, þá var hann brotinn notaður sem eldiviður. Jesús gerir það ekki. Hann gerir brákaðareyrinn heilan og lætur rjúkandi hörkveik loga á ný. Og hann kýs að halda aldrei gegn okkur neinu sem við höfum gert. Það er gott þegar við mennirnir fyrirgefum. En stundum ná mennirnir ekki að fyrirgefa meira en svo að þeir muna alltaf atburðinn. Og þeir þurfa hverjum degi að taka ákvörðun það að lifa í fyrirgefningunni og láta þetta ekki eyðileggja eða skemma, og það getur verið átak. Af því að fyrirgefning við getum séð þörfina á að fyrirgefa, nauðsynina, og við getum séð að það er best fyrir okkur sjálfvalið að fyrirgefandi lífi og vera ekki að burðast með öll líkin í skottinu, en það tekur á. Við náum oft ekki að stíga skrefið til fulls, en Guð, hann fyrirgefur og gleymir. Og það segir að minnist ekki fram að synda okkar. Það er ekki þannig hann þurfa að sauma fyrir munninn á sér eða halda fyrir munninn svo hann fari nú ekki að tala allt sem við höfum gert af okkur. Biblían segir, hann kastar syndum okkar í djúp gleymskunnar. Og
þegar að þjóðin var í herleiðingu og vegna þess hvernig hann hafði brugðist Guði, þá kemur Guð með lausn. Og lausnin var svona. Þetta er í Jeremía. Þeir dagar koma, segir drottinn, að ég geri nýjan sáttmála við Ísraelsmenn og Júdamenn. Hann verður ekki eins og sáttmáli sem ég gerði feður þeirra þegar ég tók í höndum og leiddi þá út af Egyptalandi. Þeir rufu þann sáttmála við mig þó ég veri herra þeirra, segir drottinn. Sjáðu Guð. Þið hélduð ekki sáttmála við mig. Fyrst þið getið ekki haldið hann, þá gerum við bara nýjan. Og þá gerum við nýjan sáttmála sem þið getið haldið. Og þegar að Guð er búinn að segja, þið eru búin að bregðast, þið eru búin að synga, þið eru búin að gera ranga hluti, gegn sáttmálinu sem þið gerði við mig, þá segir ég ætla að gera nýjan og svo segir Guð hvernig sáttmálinu verður. Hann er svona. Þannig er sáttmálinu sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og ritaði það á hjörtu þeirra. Ég verð Guð þeirra og þeir verða líður minn. Enginn mun framar þurfa að kenna landa sinn og bróður segir þekki drottinn. Allir munu þekkja mig, bæði smáir og stórir, segir drottinn. Ég mun fyrirgefa þeim sekt þeirra og minnist ekki framar synda þeirra. Þannig að laust Guðs svar, þið brutið gegn mér, ég ætla að fyrirgefa. Af því að ég þrái samfélagi mannin, ég elska manninn jafn mikið og sjálfa mig, ég elska hvern einasta einstakling jafn mikið og sjálfa mig og ég vil ekki missa ykkur. Ég vil ekki missa ykkur. Þetta er ekki bara það að Guð vill ekki allir neitt glatist, hann vill það ekki. Hann vill ekki missa okkur. Og til þess að missa okkur ekki, þá fyrirgefur hann og gleymir. Og til þess að það verður mögulegt, þannig að ég geti farið út í af hverju það er, þá þurfti ég svo að deyja á krossi, taka syndir okkur á sig og sætta mann og Guð. Amen. Amen. Takk fyrir þetta. Mér langar að nefna aðeins áðunum fyrir mig hugleiðslubænina. Við ætlum að taka svona 10-15 mínútur í hugleiðslubæn þar sem við ætlum að velja Guð og velja það að trúa á Jesú Krist og taka í trú á móti því sem Guð vill gefa okkur, og við ætlum að velja það að eiga þetta nána, fallega samband og samfélag við Guð sem að hann vill gefa okkur, af því að okkar samband við Guð byggist á trú. Og það er svo mikilvægt að við trúum í hjartanu að Guð er kærleikur. Við tökum á móti fyrirgefningu Guðs í trú, með því að trú, og trú er val. Og það er það sem við ætlum að gera í þessari hugleiðslubæn, og síðan í lokin á bænina þá ætlum við að eiga bara stund með Guði, bara persónulega stund með Guði, bara örfáa mínútur þar sem við ætlum að loka augunum, slaka á, við ætlum að fara aðeins, kúpla okkur út úr þessum efnisheimi og öllu áreitinu þar og bara fókus á Guð og ekkert annað. Og við ætlum að segja Guð, ég ætla að gefa þér allt, ég ætla að gefa þér athyglina mína, fókusinn minn, hjarta mitt, hugsanir mínar. Og fyrir þá sem eru kannski nýir, kannski nýbúnir að frelsast og taka móti Jesú, eða eru kannski bara að fara að gera það í kvöld, eða eru að hugsa það og eru að velta fyrir sig bara hvernig get ég byrjað að eiga samfélag við Guð, að taka þátt í þessari hugleiðslubæn, og líka bara oft fyrsta skrefi, bara tala við hann. Bara tala með hann. Guð er alltaf hjá okkur og alltaf með okkur, og ef að þú situr einn eða einn í bílnum og byrja bara að tala við Guð, og það skiptir engu máli hvað í rauninni þú ert að segja, bara leyfa þér að tala innlægt frá hjartanu, segðu Guði hvernig er líður, hvað þú ert að hugsa, segðu Guði að þú eigir erfitt, ef þú átt erfitt með að trúa, eða þú sért efins eða vitir ekki alveg, segðu bara það sem að liggur á hjartaðinu, og ég fundi fyrir þegar ég á þessa stundu með Guð og ég tala innlægt frá hjartanu, bara hvernig mér líður eða hvað ég er að hugsa, þá finn ég að það kemur oft svona tilfinning í hjarta og maður svona nánast bara fyrir að gráta, eða maður bara fyrir að gráta, af því maður finnur snertingu Guðs í hjartanu. Og
og það er svo gott að finna þessa nærveru. Ég tek svo mikið undir þess að Einar var að segja, það er ekkert í þessu lífi. Ég var rosa forhert og trúlaus og í rauninni bara andsnúin Guði og öllu því sem að kallaðist kristin trú eða trú yfir höfuð þar til að Jesús Kristi mætti mér eitt skipti í hugleiðslu og ég bara sá hann og ég fekk að upplifa hann og ég fekk að finna fyrir honum og bara leið og það gerðist þá fór ég að trúa á hann. Og fyrir mér er hann það besta og fallegasta og stórkostlegasta sem til er í veröldinni. Þannig að ef að einhver er að detta inn á hann að fund kannski að því við erum eftir að posta svo neti og er að velta þessu fyrir sér en veit ekki alveg eða trúir ekki eða efins, prófaðu að gefa þessu séns. Prófaðu, við erum eftir að lifa, segjum að við lifum í 80, 90, jafnvel 100 ár. Hvað ef þú ert að missa af því stórkostlegasta og besta sem til er og af hverju ætti maður ekki að vera tilbúin að taka 1 mánuð, 2 mánuð, hálft ár, 1 ár í að finna Guð og pröfa þessa leið og sjá, kannski er þetta satt, kannski er þetta besta sem til er og ég hveti þá til að stíga þetta skref núna og inn í hugleiðslubæninni ætlum við að vera með trúarjátninguna og taka á móti Jesú Kristi fyrir þá sem hafa ekki stigið það skref, fyrir þá sem hafa gert það nú þegar, þá ætlum við líka að vera með þessa fallegu bæn að velja hann og þetta stórkostlega fallega nána samfélag við hann. Þá skulum við bara koma okkur þægilega fyrir. Hvort sem hún situr eða liggur. Bara leyfa þér að koma í stellingu þar sem að þú getur slakað á og látið þér líða vel. Og ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur, Drottinn. Ég þakka þér fyrir að þú talar í gegnum mig. Ég þakka þér fyrir að þú smyrð varir mínar og tungu. Í Jesú nafni bið ég að hvert orð sem ég mæli hér í kvöld verði smurt af þér og komi beint frá þér, Drottinn Jesús, af því að þú ert Drottinn. Og ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andann og þegar þú blæst frá þá finnur að þú ert þegar búin að loka augunum, að þú ert þegar komin í þægilega himneska slökun, afslöppun og ró. Og þú finnur að heilagur andi er yfir. Og það kemur fullvissa inn í hjartað þitt að eitthvað stórkostlegt, að eitthvað gott, að eitthvað heilbrigt er að fara að gerast hér í kvöld. Og það færi þig ennþá dýpra inn í þessa slökun, inn í þessa afslöppun, inn í þessa ró. Og hugleiðslubænin virkar þannig að ég tala út bæn og þú getur annarkvort uppátt eða bara í hjartaniðinu, í huganiðinum, endurtekið bænina innra með þér. Góði Guð, kæri Jesús, ég trúi því Jesús að þú ert Guð. Takk Jesús fyrir að fyrirgefa syndir mínar. Takk Jesús fyrir að endurfæða anda minn núna. Og takk Jesús fyrir að þú ert minn konungur. Þú ert minn leiðtogi og þú ert ljósið mitt. Í Jesú nafni velja þig, Jesús. Ég vel að eiga náið samfélag, náið samband við þig, Jesús. Og ég trúi því í hjarta mínu að þú hefur fyrirgefið alla misgjörð
allar syndir og allt það sem er rangt. Og þú fyrirgefur allan aðskilnað. Og í Jesú nafni þá stíg inn í ljós þitt. Ég stíg inn í kærleika þinn og ég vel Drottinn að lifa í þér, að hvíla í þér, að dvelja í þér. Alla eilífð. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér, Drottinn, sjálfa mig og ég afhendi þér hjarta mitt og sál mína og ég vil að setja þig, Jesús, efst í hjarta mitt núna. Ofar öllu öðru. Og þannig lýsist hjarta mitt upp. Og þannig læknast hjarta mitt. Og ég þakka þér fyrir, Guð, að ég er nú þegar hrein grein, grædd við þig, Kristur. Ég er grein sem ber margfaldan ávöxt, stórkostlegan ávöxt, af því að þú, Drottinn, starfar í mér. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu núna, Guð, að sleppa öllu því sem ekki er frá þér. Ég sleppi núna. Takk þetta bara. Ég tek ákvörðun frá hjartanu, Jesús, að fylgja þér. Sýndu mér hver þú ert, hvað þú ert, hvernig þú ert. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að ganga núna inn þær dyr, Drottinn, sem að þú hefur opnað fyrir mig. Og ég vel að snúa hjarta mínu algjörlega til þín. Ég vil að snúa hugsunum mínum og fókusnum mínum á þig, Jesús. Og ég gef þér huga minn, tilfinningar mínar,
Ég gef þér framtíðina mína. Ég gef þér líkama minn. Ég gef þér tungu mína. Ég gef þér allt. Ég gef þér lífið mitt. Af því að þú ert lífið mitt. Og ég gef þér minn vilja. Og ég þakka þér fyrir að þú setur þinn vilja inn í hjarta mitt. Að þú setur þína von inn í hjarta mitt núna. Að þú setur þinn styrk og þín þolgæði inn í hjarta mitt núna. Og ég tek við elsku þinni og gæsku þinni. Og ég þakka þér fyrir. Að ég á náið og persónulegt og stórkostlegt og fallegt samband og samfélag við þig, Jesús. Og nú ætlum við bara að ímynda okkur ljós Guðs. Ég ætla að biðja að ímynda þér að þú stýr inn í ljósið hans. Og þú leggst í ljósið hans og hvílir þar og Guð umvefur þig og ljósið hans umvefur þig svona eins og hvítur bómull. Og það kemur hvíld inn í hjartað þitt, hvíld inn í sálina þína, hvíld inn í líkamann þinn og hugsanir þínar. Þú ætlar bara að hvíla í Guði núna og vera með honum og þú ætlar að taka nokkra mínútur bara með honum. Hvort sem það að hlusta, biðja, segja eitthvað, létt á hjarta þínu eða bara dvelja í hans nærveru. Guð, ég er hér hjá þér núna og ekkert annað en þú skiptir máli núna á þessu augnabliki. Ég ætla bara að vera með þér. Ég elska þig. Ég treysti þér og ég trúi á þig.
finnur mikið létt inn á með þér. Þú finnur að Guð er að vinna stórkostlegt verk í þér, í hjartaniðinu, í sálinniðinu. Og þú finnur þessa fullvissu í hjartaniðinu að Guð er með þér, hjá þér alltaf. Hann mun aldrei sleppa þér. Hann heldur í þig. Og það eina sem þú þarft að gera er bara að færa þig nær honum. Og því meira sem við dveljum í nærveru Guðs, fókusum á hann, tölum til hans, því bjartara og heilbrigðara og fallegra verður líf okkar, af því að í Guði, í ljósinu er ekkert myrkur. Það eyðist bara. Og því meira sem við erum í ljósinu, því bjartara og heilbrigðara og betra verður líf okkar og við sjálf. Og ég ætla að bjóða þér núna að draga djúpt inn andann, bara leyfa Guð fylla hjarta þetta gleði. Gleði er kraftur frá Guði, blessun frá Guði. Og hann er bara að tala til, vertu glöð, vertu glaður, vertu glöð, vertu glaður. Ég er með þér, ég elska þig. Og þegar við veljum gleðina þá erum við að velja Jesús og velja Guð. Amen.